Sagan sem ég er með í dag ber yfirskriftina Engill á árabáti. Eftirfarandi atburður gerðist í Bangladesh sem er austan við Indland en þar var stríðsástand þegar íbúar Bangladesh brutust undan yfirráðum Indverja fyrir síðustu aldamót. Jakob læknir var ásamt eiginkonu sinni og Kalla, unglingssyni þeirra, að leggja af stað með árabát sem var hlaðinn af lyfjabirgðum sem þau voru að flytja til heilsustofu það bil eina dagleið í burtu. Þessi bátur var reyndar ekki venjulegur árabátur, þar sem að eigandi hans stjakaði bátnum áfram með langri stöng yfir grunnsævið á þessum slóðum. Vegna stríðsástandsins leyndust vopnaðir hópar manna víða á þessum slóðum, svo að þetta gat orðið mikil hættuför. Fjölskyldan hafði bænastund áður en lagt var af stað. Á miðri leið kváðu við allmörg byssuskot og þar var augljóst verið að skjóta á bátinn þeirra kristniboðsmannanna. Eigandi bátsins henti sér niður á botn bátsins og skipaði öllum öðrum að gera það sama. En rétt í þessu heyrðist sonurinn Kalli, sem sat frammi í stafni bátsins, öskra hástöfum, enda hafði hann orðið fyrir skoti, sem reyndist ekki svo alvarlegt, þar sem skotið hafði hæft hann í annan eyrnasnepilinn, sem blæddi allvel úr. Nú gat enginn reist sig upp í bátnum og verði það þannig að skotmarki. Kristniboðsfjölskyldan hrópuðu á Guð og báðu hann vernd frá þessum hættulegu skotmönnum sem voru í felum upp á þurru landi. Allt í einu heyrðist í manni borð í öðrum báti sem kom hægt og rólega að þeirra bát, henti kaðli borð og sagðist draga bát kristniboðanna áfram til ákvörðunar staðar þeirra. Og þetta gerði hann og allir borð í báti fjölskyldunar lágu áfram á botni bátsins þar til þau komu á leiðarenda sem var drjúgur spölur. Þegar þangað kom biðu þeirra á bryggjunni aðrir kristniboðar sem áttu von á þeim en hefðu haft áhyggjur af för þeirra þar sem allhvars vindur hafði verið þennan dag á móti stefnu ferjubátsins. Þeim fannst því merkilegt hvað þeim hefði gengið vel í mótvindi dagsins. Þegar aðkomufólki heyrði þetta, sögðust þau hafa notið aðstoðar mannsins í bátnum sem að dró þeirra bát. En þegar þau ætluðu að þakka honum fyrir hjálpina, var hvorki maðurinn né báturinn hans sjáanlegur. Hins vegar lá dráttarreipið enn á stefnu þeirra báts og lá hinn endi þess út í sjóinn. Nú sannfærðust allir þá staðreynd að Guð hefði sent engil sinn þeim til varnar og einnig til þess að draga bát kristniboðanna farsælega á leiðarenda. Og hvernig gat það gerst að báturinn fór alla leiðina á móti vindi og rataði rétta leið og það á meðan allir í bátnum lágu á botni bátsins. Einnig eigandi bátsins sem átti að stjaka bátnum áfram. Hann lá líka hreyfingarlaus allan tíman á botni bátsins. Vissulega var báturinn og maðurinn sem kastaði kaðlinu til þeirra og dróð þau á móti straumnum alla leið, ekkert annað en engill sendur að Guði þeim til hjálpar. Það er engin spurning né vafi að það var
Guð sem að stýrði þessari ferð. Og við höldum áfram og syngjum